Í þessu vídeó ætla ég að sýna sérstaka bókhaldslykla sem tengjast viðskiptamönnum, þá skuldaröndum og lánardrottnum, og það er auðveldast að sýna það með því að fara hér inn í hreyfingar og velja að stofna nýtt fjárhagsskjal og búa til bara nýja bókun á skjal. 10. árið 20 og fyrsti lykillinn sem ég ætla að sýna, hann er númer 161400, hann heitir sölukerfi safnreikningur. Þetta er lykill fyrir skuldarnauta. Við sjáum hér að kerfi biður strax viðskiptamann og hér get ég valið úr lista og ég ætla að velja netbókhald. Ég er að stofna netbókhald oft sem viðskiptamann og ég ætla að velja þetta eintak af netbókhald. Hér er sjálfgefinn texti fyrir bókhaldslykilinn innborgun og ég get bætt við textan reikningur númer 14 og greiðslan er upp á 34.587 krónur og við sjáum hér að puttinn vísar upp á við. Næsti lykill sem ég ætla að sýna ykkur, hann er númer 440 150 og heitir lánardrottna safnreikningur. Það er sömuleiðis beðið viðskiptamann og hér gæti ég byrjað að skrifa Elvar Níelsson. Ég hef skráð Elvar Níelsson oft í kerfið eins og sjá má hérna. Ég vel eitt eintakið af honum og þriðji lykillinn sem ég ætla að sýna er bankareikningur. Algengast er að fólk noti 181-210 fyrir bankareikning. Þessi þrír lyklar eru í raun og veru langmest notuðu lyklarnir í kerfinu. Ég ætla ekkert að klára þessa bókun, en það er hún bara svona rétt til sýnis, bara rétt til að sýna lyklana. 161400 lykillinn, svo efsti, hann er skuldarnauta-lykill, þetta hérna er lánardrottna-lykill og þetta hérna er fyrir bankareikning.